Vængsmíðin, skref 24 og 25. Í þessu skrefi, þessum tveim, 24 og 25, er byrjað á því að segja okkur að taka vænginn og líma tvöfalt af 24 á endan. Þetta er til þess að plast vængendin geti sest upp á og límst fastur. Ég ætla að gera þetta en með smá breytingu. Ég ætla að skera þennan part af og láta hann vera inni í plastinu, en skipta sem sagt þessum balsabút út fyrir þykkari krossfið. Nú þarf að klippa þessa rönd af, ég er búinn hérna öðrum megin, og það sem ég nota er svona skurðarblað í handfræsara og þá er alveg öruggt að plastið brotnar ekki út frá þegar maður er að klippa það. Nú ætla ég að nota sandpappír til þess að taka þetta slétt og fara alveg niður að línunni sem er hérna. Hérna er vængendin tilbúinn, búinn að sletta hann allan til, og það sem ég ætla að gera núna er að taka svona smá fleyg og líma hann hér inni, þannig að þegar þetta kemur á vængendan þá er þetta þar sem að eilirónan leikur og þetta situr aðeins upp á vængbyggingunni. Þá er handlastýrið komið á, búinn að setja lammir á það og það getur hreyfst upp og niður. Annað sem að í þessu skrefi var ég búinn að gera fyrir löngu. Það er að segja, setja þessa plötu hér og lokið fyrir servóið. Ég gerði það á sama tíma og ég setti aðrar klæningar á vænginn. En sem sagt, þessi vængur er svona það bil tilbúinn fyrir dúkklæningu. Hérna eru þá vængirnir tilbúnir undir dúk og ég ætla að halda því fram að skrefum 24 og 5 sé hérna lokið.